wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River and me. Foreldrar mínir voru Sigfríður Kristinsdóttir og Egill Jónasson, hagyrðingur. Og hann var nú ekki bara mér, eftir ýmsum öðrum talin með skemmtilegri mönnum. Hann var ákaflega fyndinn og fljótur að yrkja og kom á auga og eitthvað sniðugt. Hann var heilsulítill maður, hann var endalaust á spítölum bæði á Akureyri og hér og svo í Reykjavík, og hann orti svo hlægilegar vísur heilsuleysi sitt að ég sagði einhvern tímann við hann: Þú veist, aldrei heppinn verkir haustar en þetta, ég veit ekki hvað, þau eru ást. Og ljóðin sem hann sendi læknunum sínum, þetta voru gullmólar allt saman. Einnig gerði hann alvarlegar vísur og ég held mikið upp á eina þeirra. Hann lá í næsta rúmi við gamla mann sem var að deyja. Og þá gerði hann þessa vísu: Sóknin hörð en vörnin veik, vonin leggur ár í bát. Nú að dauðinn næsta leik, nú líf að verða mát. Og svo ég kom nú með eitthvað svona fjörlegra þegar hann var kominn á elliheimili í Hvamm, Húsavík, þá þótti hann frekar þunnt smurt brauðið. Hann var vanur viðbiti almennilega heima hjá mömmu minni og svona góðum mat. Og ég var einhvern tíma hjá hann á heimilinu, ég kom alltaf á sumrin og gjarnan bjóðar, kannski eina viku, og spilaði fyrir fólk og lét að syngja, og ég var eins og lóan, þeir sagði: Nú er sumarið kominn, nú er undirleikarinn kominn. Heyrðu, þá lyfti hann upp svona rúllupylsusneið og sagði: Viltu líta á þetta? Þetta er svona rétt grátt í rót. Og svo bjó hann til þessa vísu: Borða má ég brauðið þurrt, betur því ei verður lýst. Ég held að ég heita smurt, en ég hef ekki séð það fyrir víst. Og líka þegar hann var alltaf á magakúrum og alltaf að lifa á undan og einhverjum fiskibólum og dós og þetta ekki kræsilega matur. Og þá kom þessi til dæmis: Undan rennan mig skal metta, með þenni ég kjúkur naga, ef ég lengi þoli þetta, þá er ég með hrefsómaga. Hann hafði svo gaman svona orðaleikir. Jæja, en móðir mín, ég lýsi stundum foreldrum mínu þannig að pabbi hafi verið eins og mynd í ramma, en mamma hafi verið bæði ramminn og fóturinn sem hélt myndinni uppi. Hann treysti ákaflega mikið á hana, hún var mjög snjöll kona, gat gert alla hluti og myndi hann á ef hann var að gleyma, og eins og segi, hún var hans stoð og stytta alla tíma. Nú, eftir að við fluttum af sérstökum ástæðum úr þessu húsi sem hann kallaði undirheima, því þetta var svona neðan við brúnina á götunni í búðin, þá fluttuðu og innréttuðu svona dálítið, fengu hálft hús og innréttuðu það eftir sínum löngunum, og þar voru þau, ég átti aldrei heima þar, en ég var náttúrulega hverju sumrið þarna hjá þeim. Og mamma dó á 10 árum á undan honum og hann fór þá á þetta elliheimili. Hann vildi ekki vera einn í heimilinu sínu lengur. En þau voru ákveðið gestir sinn og það var að tala um það hvað þeim yrði mikið úr öllu.
Mamma sko þau bæði smíðuðu og saumuðu og gerðu alla hluti og voru mikið í félagsskap. Pabbi var skemmtátt með alla trissur. Hann fikk náttúrulega ekki borga fyrir það. Það var ekki til síðs að borga fyrir að þau var menn að vera að yrkja löng og ljóð til skemmtunar og svona. En þetta var yndislegt að vera með þeim. Og þau voru vinamörg og einn besti vinur pabba sem var náttúrulega óskaplega hafmæltur og mikill listamaður Helgi Halldórsson, apótekari. Þeir voru eins og sálufélagar alla tíð. Og ég er að segja ykkur eitt að í sambandi þeir töluðu mikið íslenska tungu og nafngiftir og svona og þeir voru að tala hvernig stæði á því að herðubreið mennum kæmi ekki saman hvað það þýddi. Annarkvort áttur að vera herðabreið sem hún var ekki því hún brikkaði niður en eða herðibreið og pabbi sagði ég vissum að hún herðubreið og það vegna þess að hún eins og axarblað í laginu sem rekin niður í jörðina og skriðurnar upp eru bláar eins og á herðubreiðri öxi sem bítur vel. Og þá kom Helgi með dásamlega viðbútt. Hann sagði, trölladingja hét áður skjaldbreiður. En að því að var komið annar skjaldbreiður, þá var það breytt í trölladingju. En hann leit út eins og skjöldur og við hliðina á hálendinu var herðubreiða öxin. Og þetta hefur nú aldrei komið fyrir neina málnefnd en þetta mjög trúleg saga. Þeir voru svona félagar í öllum hlutum. Það gaman að vera staddur hér í þessari yndislegu kirkju Húsavíkur sem hefur verið prýðistaðanis alla tíð. Og hér var ég fermt. Oftar en písl. Ég var svo langum innst að mömmu fannst til hliðilegt að ég fengi svolítið hælahá skó. Ég hef aldrei komið í svoleiðis áður. Og ég þurfti ekki að fara langt á þessum skóm. Aðeins yfir götuna því að það blasir við mig gennum gluggann húsið þar sem ég átti heima. En mér tókst að stíga í kjólinn og rífa hann aðeins og mamma þurfti að taka mig inn aftur og laga faldinn og ég stöðlaðist yfir. Og svo tók hún bara við skónum því hún notaði sama númer og ég þurfti aldrei á þessu skó aftur. En þetta var auðvitað yndisleg stund. Ég var eiginlega ekkert á þessum árum nema hárið. Ég var með gríðarlega sítt og mikið hár og ég hlýt að hafa verið, mér datt stundum í huga að ég verið eins og fiskaseiði með svona líflegan sporð eða eitthvað því hárið var það sem flassaðist alltaf og ég var ekki neitt annað. En séra Friðrik, presturinn okkar hér, hann var mjög dýrkaður og átti það skilið. Hann var mikill listamaður. Hann orti, hann samdi lög, hann stjórnaði kórum og hann talaði mjög fallega alltaf hérna í kirkjunni og það var sérkennilegt, fannst mér. Hann lagði stundum út af einhverju setningu í lestrabókum og einhverju daglega lífinu. Og það gerði hann eitthvað mannlegri heldur en bara guðsmanninn. Og fyrir nú utan þetta var bráðfallegur og yndislegur maður. Ég síðast þegar ég kom í þessa kirkju, það var þegar ég átti 50 ára fermingarafmæli. Þá hittumst við þessi fermingabörn, við vorum að sem mörg fermd í einu, 39 minnum yfir, það var bara 2-3 lög af okkur í kringum altarið og þetta tók langan tíma. Það var gaman að ganga hérna til altaris með þessu fólki sem hafði fermst með hann fyrir 50 árum og rifið upp ýmislegt. Ég hef alltaf verið stolt af því að hafa átt heima í svo mörg ár hjá þessari yndislegu kirkju. Hérna fyrir aftan mig blasir við okkur húsi sem ég átti heimi frá því ég var 5 ára og því ég var 15 ára. Það var nú öðruvísi á litinn og margt öðruvísi heldur en var. Það var svona blýgrátt á litinn, bárjárn og ekki neitt af þessum girðingum. Við áttum heima í íbúð sem var, hétum kannski kjallari en var nú samt allt saman upp úr jörð en helmingurinn af þessari hæð neðstu var eiginlega inn í jarðveginum hinum megin. Þetta var síður á Húsavík með þá sem byggðu sér hús á bökkunum og þá var helmingurinn á húsinu svona inn í jörðinni, hékk svona utan í. Og það var hlegið að því að stundum væri kannski 5 tröppur niður í risil en kannski 11-12 upp í kjallarann. Þetta skilst nú allir en svona var þetta. Nú, þetta var sem sagt lítil íbúð,
tveggja herbergja íbúð og eldhús og gengi hérna meðfram húsinu, hérna vestanverðu, allir gluggar í vestur og það var trépallur meðfram eins og einhvers konar svalir. Við höfðum óskaplega gott útsýni hérna yfir alla höfnina, bátana og hérna allt sem gerðist, alla útgerð, síldarsöldur og allt. Og þetta var skemmtilegt. Niður frá húsinu, altså frá okkar íbúð, voru svo 49 tröppur. Það voru stigið niður á hérna stéttina hérna fyrir neðan. Og hún var ekki með svona mörgum byggingum eins og núna og þetta var feikna gott pláss, þar sem saltað var. En svo þegar fristi á veturna þá kom fínt skautasöll yfir alla stéttina og það var ansi skemmtilegt. Nú mamma ræktaði sinn part neðan við íbúðunum hjá okkur, var með alls konar plöntur með sér jarðarber og hérna pabbi gerði tilraun með að rækta hafra og allt gekk þetta nú vel meðfram stiganum niður. Stiginn var mér óþrjótandi skemmtun vegna þess að við höfðum svo gaman að sópa og ég sópaði þessar 49 tröppur nokkuð sem á dagstundum því að það var svo gaman að sópa svona niður stigann. Nú, hérna fyrir neðan lékum okkur alla stétt og fjöruna. Hérna bæði strákar og stelpur. Það var veitt hérna nætur á bryggjunni. Það var mjög aðdjúpt hérna, þetta var hafskipabryggja og hérna var allir bátar á ferð og fríi og maður fór bara með fötu hérna niður á bátunum heim og þá og koma með krónu og kom heim með 4-5 ísur í staðinn. Við vorum í París og alls konar, svo vorum við að stokka línu hjá mönnunum sem voru litlu bátunum og síðar að salta hérna síld. Og þetta var sem staðalatriðið svæðið. Annars var Húsavík þannig í sveit sett að menn áttu sína kú. Pabbi minn átti kú og það þurfti að reka hann út fyrir bæ og allir voru á ferðinni með sína einu kú og hérna og síðan var berjamórinn alveg niður á húsum. Þetta var svona paradís krakka. Einu sinni fórum við vinkonurnar, Huld heitir hún og býr erlendis. Átti heima hérna í einu húsinu sem hékk utan í Bakka, hérna svolítið fyrir sunnan, sem Skuld hét og var reyndar flutt og gerði að veitingahúsi hérna úti rétt fyrir neðan kirkjuna. Það var gaman að koma þar inn núna. En við fórum einhvern tímann létum okkur dett í hug að synda út í sjóinn hérna. Og þegar við komum upp úr við strandinn hérna, þá vorum við löðrandi í lýsi. Það var frá bátunum og öllum mögulega og það bara laka af okkur flotið þarna. Og það var ekki mjög gaman að þurrka sér og alltaf fara í fötin sín. En þá, merkilegt nokk, sáum við í sprungu hérna út í höfðanum að það gusaði svolítið vatn út og það var reyndar heitt. Ég veit ekki nema að við höfum bara fundið fyrst út að það var heitt vatn í jörðinni hérna Húsavík. Þarna fórum við undir bununa og hérna tóðum okkur og heldum svo heim. Og þetta var mjög gaman að uppgötta þetta heita vatn. Það gerðist nokkuð alvarlegt þegar við komum heim úr sumarfríi og miklum berjamó komum heim til okkar. Það var í ágúst eða september, skólinn ekki byrjaður. Þá fundum við einhverja skrýtna lykt, já hún var skrýtnari það að okkur fannst þetta væri brunalykt og það var ekkert að sjá hjá okkur, engin reykur og ekkert að gerast. Svo við fórum út og inn dyr sem lágu inn í geymslurnar sem við áttum ekkert í, það var opið og þar logaði bál við stofuvegginn okkar sem var bara timbur. Og það hefði orðið þarna eldspýtna slys hjá barni sem ekkert gat að þessu gert. Þannig hann var það ungur. Nú þetta kom í gegnum hjá okkur og það sem sagt brann þarna heimilið okkar, svona við fluttum aldrei hérna inn aftur. Og þetta var náttúrulega sorglegt og erfitt en enginn meiddist og það var hægt að bæta þetta. En þetta átti sér sérkennilegt framhald. Þegar að brenni þarna heima, þá dótið okkar flutti hingað og þangað, meðal annars á loftið í gamla kaupfélaginu og hérna til einhverja sem vildu geyma fyrir okkur. Við vissum alla hvað hlutirnir sumir voru. Og hérna, svo líður nú bara og býður. Og ég orðin kennari og ég að kenna ungri konu sem eða ungri stelpu, hún var náttúrulega bara 8 ára þegar hún fór frá mér. Og hún þá í sveit á sumrin austur í Keldukverfi, Reykjavíkur stelparskóla. Og sá bóndinn þar var húsikingur.
Og hún segir við hann þannig að sumarið eftir hún hætti hjá mér, þekkir þú kennara minn, hún líka frá Húsavík eins og þú. Þá segir hann, ég nú hræddur það, ég nú af henni hárið, fléttingan hennar. Og svo ekki tala neitt meira það. Síðan líð ár, 20 og eitthvað ára gömul hún komið til mín sem kennaranemi. Og við erum ekkert að tala hár og ekki skapaðan hlut sem við kom því. En ég eina skipti á ævinni sem ég var í hárgreiðslu með topp af hári á dóttur minni í poka. Þá verðum við samferða, þetta glær poki, hún sér að það einhverju lokkar þar og þetta hára þér, sér hún. Nei, ég segi þetta á dóttur minni, en ég var með voða mikið hára en það brann. Og hún kveikir á gamalli pjöru, hringir í manninn, bóndan og segir, heyrðu, varstu að tala á eftir hárið? Já, ég segir hann, það í geymslu og gamalli konu í húsi á Húsavík. Og þau bara gera þarna samsæði það að láta mig ekkert vita. Svo bara kemur hún einn daginn til mín með pakka. Og þá var ég löngu 3 barna móðir og allt saman og hún orðin fullorðin sem var nefandi mín áður, kemur með hárið á mér. Og ég fór að spyrja, hvernig fór þetta? Þetta týndist í 20 ári eða veit ég hvað. Nærri því. Þá segir hún að þessi strákur hafi verið að ganga við kindur eitthvað í fjörunni fyrir pappa sinn. Þá var ýmsu rusli hent bara til meður í sjóin eða fjörun á einum stað. Hann lappar þar finnur þá konfettkassa, í honum eru fléttingar. Og hann þekkti það því ég var með dálítið sérstaklega einlega fallega fléttingar. Fer með á heim, tímir ekki, eða þorir ekki að geyma á heima því að honum verið strítt á þessu og fer við þetta til þessari gömlu konu. Þannig gerðist þetta að við eftir brunan hreinsað út af kaupfélaginu og við veitum ekkert það, hendi í fjöruna, hann finnur þetta og sama stúlkan hjá mér í skóla sem bað honum á sumrin og tvisvar ævi hennar tala hár af mér og svo kom það. Þetta eiginlega lygileg saga. Nú erum við rétt að koma að Sýslumannshúsinu sem hét svo í þá daga og ég á marga góða minningar Júlíus Hafstein sem var einstaklega barngóður og setti svip á staðinn þegar hann gekk í einkennisbúningi með glampandi hnappana og til dæmis gerði hann eitt fyrir börn Ég notaði mér það nú aldrei sjálf því ég var svo feimin. En hann lá víst í rúmunni á bolludögum og hafði opið hús og fulla bala af bollum og bauð krökkum að koma að flengja sig. Og þetta kalli ég góða sýslu. En það margt lék maður sér og við vorum að býta á leikurum og prógramum og við vorum óttalega kjarklittar og það var ekki okkur líkt mér og enni vinkonu minni Huld að leika bófa en einhvern tíma datt okkur í huga að væri sniðugt að þykjast vera með byssur. Það voru reyndar kindakjálkar sem við földum upp í erminni, löbbuðum svo Húsavíkurgötur og skutum allir sem við mættum. Þau vissum alltaf ekkert að því sem betur, við létum aldrei sjá þessu skút. En okkur þetta var voðalega gaman, þóttum nú vera, dálítið kaldar. En þá mættum við séra Friðriki, þessum dáða yndislega presti fyrir framan kirkjuna. Og hann heilsaði okkur með þessu fallega brosi sínu og afskaplega yndislega og góð við okkur. Og við heilsuðum honum líklega eitthvað vandræðalega, en þegar hún kom nokkur skref frá honum þá sagði við báðir einir, skaust þú líka prestinn? Nei, við skutum ekki prestinn og ég held við höfum aldrei nokkuð tíma hleypt af úr byssu síðan. Þetta var ansi eftirminnilegt. Maður alltaf hjólaði og var á sleðum. Við vorum engar íþróttamannskjur. Hér var allir á skíðum og stukku fram á bökkunum og við þorðum ekkert svo sem mestarlagi að vera skautum niður á stéttinni. En þetta hús, fallega veitingahús, í miðri brekkunni fyrir neðan kirkjuna. Í þessu húsi, það heitir Skuld og það stóð annars staðar þegar ég var krakki. Þetta var heimilinn á Huldar vinkonu minnar og það hékk næstum við utan í bakkanum fyrir sunnan og var sem betur fer því og bjargað og flutt hingað. Og hér innan við þessa glugga lékum okkur og með dúkkulísur og leikara og allt þetta. Nú við fórum dálítið í bíó þegar hér var Bernharður Bjarnason, sonur Bjarnar Bendisson sem hér var póstmeistari og kaupmaður. Hann var með að stöðta sína bíómyndir og maður alltaf fekk léfirkvöld af prógramum hjá honum. Ég komst einu sinni rosalega klípu í bíó hjá honum.
Ég fór með bekkjarsystrum mínum í bíó og það var bannað fyrir innan 12 ára. Nei, fyrir líklega innan 14 ára. Og ég var ekki orðin það, ég var nefnilega undan í skólanum. Sem við setjumst þarna inn, framalega í bíóið, þá kemur allt inn í Verðnarur, hann var svo hressilegur og fyndinn og hávaðasamur og grallari, með hausinn út í gatið þar sem að filman myndi kom út og kallar yfir salinn. Dísa, þú voru að fara heim, þú ert ung. Mér brá rosalega, ég var nú ekki kjark meiri þegar mér fannst þetta sé þetta dýrt glæp. Og ég fór á fætur og ætlaði að reyna að komast einhvern veginn út. En það var tóað í mig og fórstaði aftur og sýtti bara á eitthvað. Og þetta stóð í svona stappi og ég óskaði mér niður úr gólfinu. Allt í einu snýr sér við maður að þessu gati sem Verðnarur var í og sagði ef hún nógu þroskuð til að vera bekk á undan öðrum krökkum þá má hún vissi á þessa bíómynd og fara svo bara að sýna henni. Þá var slökkt og myndi fór af stað. En ég man ekkert að myndinni því þetta var áfall. En samkomuhúsið hafði meiri áhrif á ævi mína heldur en bara að það var barnaball. Þannig var að ég var náttúrulega alltaf á leikvitum. Pabbi var nú að leika og svona maður fyrir hverja einustu sýningu. Sat á fremsta bekk með sveskjur í poka og átti allan heiminn því að leikhúsið var alltaf að heilla mig. Og en svo var það annað. Í þessu húsi var píanó. Og það var ekki mörg píanó til að húsa ekki þetta og ekki til að fara heima hjá mér en ég var algjörlega sjúk í að fá að spila. Bara eftir eiginlega, ég lærði ekkert að spila. Gamall maður sem gætti lykils að þessu samkomuhúsi. Ég veit ekki hvernig stóð því að hann lánaði mér lykilinn nokkrum sinnum. Og ég fór inn í þetta dimma hús, óupphitað, því það var ekkert verið að spandera á þetta þegar ekkert var að gera. Og fór inn í hálfgerða skáp upp á senunni og setti sér í píanó á því. Og ég var náttúrulega bæði myrkvælin og ískvöldanna og alein með dimma salinn fyrir framan mig. Og ég tímdi ekki að byrja að spila. Ég settist að hendurnar á mér og sat stundu kannski korter og ég tímdi ekki að byrja að hrökka heldur en það hefði verið terta sem ég ætlaði að fara að bóna. Og svo fór ég að fjökra mig áfram og spilaði stundum marga klukkutíma, þetta var náttúrulega ekkert oft sem ég komst í þetta. Nokkra klukkutíma þannig að ég bara var mjög lágið uppkastum af þreytur en alsæl. Sött í þetta skipti en fljótt söng aftur. En ég eignast aldrei hljóðfæri fyrir ég var gift kona og farin að kenna og lærði aldrei. En að komast í þetta var svo mikið þrá. Og það ég næstu kenndi í brjóstu þá sem hefði átt hljóðfæri alla sína ævi og vissu ekki hvað þetta var að eiga hljóðfæri og þráði það svona heitt. En mér fannst þetta skemmtilega upplifun að hafa prófað þetta. Nú er ég komin í Árholt, þetta gamla og merkilega hús sem hefur haldið útliti sínu í 120 ár. Mér er ekki vænt þetta hús og umhverfið, bæði er fallegt og mikið saga kringu það, en líka hingað flutti bróðir minn, 19 ára gamall, með brúður sína, Huldu Þórhallsdóttur, og þau 1943 og þau hafa búið hér allan tíma síðan. Bróðir minn dó 1998 en hún er hér á tíræðisaldri ennþá, þessi teimili, mikil hetja. Þau ólu hér upp 6 börn og það sem var sérstaklega geta það hefur orðið óskaplega breyting á umhverfinu þó að húsið hafi haldið sínu. Því hér, bara í 2 metra fjarlægð frá húsinu, var aðal umferðaræðin til Austurlands alla leið til Hafnar í Hornafirði, svo langt sem hægt var að keyra. Tjörnesvegurinn ekki kominn og ekki hægt að keyra í gegnum Mývatnssveitina. Og þau voru með 6 börn að leika sig hérna í garðinum
og þar að ekki var þetta malarvegur og það var svo mold viðrið undan þess að ég svo nútíma fólk hefði bara neitað algjörlega að fá þessu bíla hingað. Og þetta var sérkennilega nálægt við þennan þjóðveg sem var svo mikið keyrður eins og allar vörur og allt fór hérna sko. Og nú þeir keyrðu þessi bílar upp á Reykjaheiði og austur og aldrei sögðu orð, allt var bara sjálfsagt og eðlilegt. Ég passaði átt þessi Franciscun mín og það var ágætis æfing fyrir mig að því að ég gerist nú kennari til mikillar gæfu og reyndar á systir mín sem býr í Mjósveit, hún eignast 8 börn, þar æfði við rækilega líka þó ég vissi ekki þá að þetta var æfing því að mér var í blóð borið þetta að vera með börnum. Ég veist að ef þeir tekið eitthvað vísindalegt sýni úr mér þá hefði sést áberandi að þarna var kennaragen því að ég hef ekki getað hlaupið frá því og myndi aldrei hafa kosið annað. En eitt af því að segja ykkur í sambandi við Reykjaheiði. Ég og hún Huldís Skuld, vinkonu mín, við vorum nú í gönguferð með öllum mögulegu og eitt sinn vorum við Konadaldið á Reykjaheiðina og þá birtist einn bíll, fólksbíll, ekkert stór. Hann kemur ofan heiðina og það var svo sem ekkert óeðlilegt við það en okkur var rækilega staðsýnd á þennan bíl vegna þess að það var enginn í stýrið. Hann virtist bara vera mannlaus þarna á leiðinni niður heiðina. Svo þegar hann kom nær þá sáum við reyndar að það var einhver aftur í. Ekki þótt ykkur, það er nú minna undarlegt. Og við gátum alltaf að tala. Engin bílstjóri en farþegi aftur í og bíllinn var fullir í ferð. Við fengum ekki skýringu á þessum undarlegheitum þegar við komum í bæinn og fréttum þá að semsagt væri mætt upp til að skemmta fólki þetta kvöld Jóhann nokkur sem kallar var Risi, Svardalingur og hann gat auðvitað ekki keyrt bíl með því að sitja í venjulegu sæti heldur sat hann aftur í, bílstjóri tekið úr. Og við erum vitni að þessu undri og gleymum því aldrei hvað það er einn killersjón. Og þetta sem sagt fylgir því þegar ég er að hugsa Reykjaheiðar umferðina í kringum húsið.